Já, helgina voru gríðar mikil mótmæli í London gegn innflytjendastefnu stjórnvalda og hingað komin á línuna Guðmundur Auðunsson sem er hagfræðingur og býr í London og ég kallast stundum svona fréttaritara samstöðurinn í London. Vertu velkominn. Takk. Herðu, þetta voru mikil mótmæli, það hefur verið komið hingað til lands, deila það hversu margir voru að mótmæla. Svona flest blöðin í Bretlandi sögðu 110.000 þegar ég var að fletta þessu upp, en sum svona kannski síðdegispressan sem er svona frekar hægra megin var komið 150.000, en Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, sagði þarna hefði verið 3 milljónir manna. Hvað voru margir að mótmæla? Það voru allavega vel yfir 100.000 og það er svona tölurnar sem maður heyrir mest svona kannski kringum 150.000. Þessar 3 milljónir eru þetta fjarstæða vegna þess að það eru tölur sem að koma frá Tommy Robinson og þau bara loftmyndir gera það að verkum að það er ekki stærstu skipulögðu mótmæli í London voru gegn Íraksstríðinu fyrir 20 árum rúmum og þá voru 2 milljónir manna. Og það loftmyndir sína að það var miklu fleiri enn í dag, en þetta er alveg gífurlegur fjöldi og skipuleggjandinn, þeir ýkja alveg oft og stundum það svona yfirvöld vilja fara lægri kantinu, en það kemur ekki á óvart að hafa verið hátt í 150.000 manns, sem er gríðarlegur fjöldi fyrir mótmæli sem eru skipulagt af öfgahægri hópum og hafa ekki sést svona mikið síðan, já má segja, að voru töluverð þar mótmæli á 8. áratugnum hjá National Front sem voru nýnasista samtök sem voru svolítið uppvöðlusam þá, en það er kannski helsta samanburðin má fara allt yfir á 4. áratuginn þegar að Oswald Mosley og The Union of British Fascists gengu með afstoppa London. Mótmælin voru mjög stór. Já, Guðmundur, en af hverju voru svona margir helgina? Er það vegna þess að stórir hópar Breta eru búin að fá nóg af innflytjendastefnu stjórnvalda, eða hafði morðið á Charlie Kirk áhrif sem að svona hitaði undir þennan geira stjórnmálana? Ég held að sé alveg á hreinu að morðið á Charlie Kirk hafði gífurlega áhrif. Það hefur svona, má segja, dregið fólkið út á götuna sem að sambærileg mótmæli sem hafa verið skipulagt að þessum hópum, ysta hægrivangnum og andstæðingum innflytjenda og Tommy Robinson og hans samtökum hafa aldrei komið nálægt þessu. Venjulega hafa verið bara svona 5-10.000 og oftar en ekki hafa mótmælin náð, verið nokkur þúsund á þessum stærri mótmælum, en þessi mótmæli hafa reynda verið skipulagð frá löngum tíma. Tímasetningin kom mjög vel út og þetta er eins og það að allir svona sympatiserar með þessum skoðunum hafi farið út á götuna, en á sama tíma má líka segja það að það er mikill uppgangur meðal svona öfgahægrimanna í Bretlandi í dag og mikill hræðsluáróður sem hefur verið rekinn gagnvart innflytjendum og þetta kemur svona allt saman, myndi ég segja, í perfect storm. Það er að segja að svona mótmæl eða þau hjá morðið á Charlie Kirk hafi svona ýtt mjög mikið við fólki. Já, þetta, svo við veitum aftur í Sigmund Davíð, hann sagði byltingin hafin. Er það stemmingin í London að þessi helgi hafi verið algjör straumkvörf í þessum málum? Nei, ég held nú að það sé nú ýkjur. En það sem ég held ég hafi gert að verkum það að svona mainstreams populíska hægrið er farið að fara meira út á götur núna. Áður voru þetta svona nýnasistar og fasistar, aktivistar, en núna Reform, flokkur
Farage verið að mælast með 25-30% í skoðanakönnunum og það auðvitað, og þessi hópur hefur komið á göturnar, held ég að sé alveg á hreinu og það örugglega töluvert breidd innan þessa hóps að það ekki bara þessir venjulega ofstækismenn sem hafa komið heldur svona fólk með svona soft skoðanir sympatískar gagnvart reform og það ég held það að þetta gerir það að verkum að þetta svona styrkir þessi popúlísku hægri öfl mikið í hérna sessi og má segja í fyrsta skipti sé komið ákveðin svona hreyfing, það að segja svona samvinna eða samband á milli popúlíska hægrisins, svona mainstream popúlíska hægrisins, ef segja má svo, og þessa öfgahægris. Og það kannski stóra máli núna og gerir það verkum að þessi fjöldi var svona mikill. En hvert var erindi mótmælenda? Hvað vildi fólkið? Þetta sko, fyrst og fremst, sko, yfirskriftin var að þau vildu fá landið sitt tilbaka og þetta tengist, þetta svona í kjölfarið að það hafa verið svona spontaneous, ekki beint spontaneous mótmæli, heldur svona mótmæli þar sem að hefur verið að hýsa hérna innflytjendur, flótta, þá ekki bara innflytjendur, eða fyrst og fremst hérna þá sem að sækja pólitískt hæli og að sækjast sem sé flóttamenn og þessi mótmæli hafa verið á þeim stöðum þar sem að það töluverður fjöldi af fólki sem bíður eftir úrlausn sinna mála. Það gengur svona þar hægt að vinna í þeim og þeir hafa oftar en ekki verið hýst í hótelum og það hafa verið svona mótmæli verið skipulað í kringum þessu hótel að take back our streets þar að segja og að þetta sé hætta þessu fólki og svona þetta hefur verið að byggjast upp í marga mánuði og þá hefur svona verið svona markviss ekki bara með öfgahægri mannana og popúlíska hægri mannana heldur líka svona klassísku hægri pressunar hérna sem hefur venjulega verið hliðholl íhaldsflokknum en virðist vera að halla sér svolítið yfir á reform núna. Íhaldsflokkurinn bara svona, má segja, að gefa upp öndina virðist vera og ég afskrifa nú ekki til lengri tíma en þetta kemur allt saman og það búið að ala á því að þetta sé svona svolítið í bandarískum stíl að það sé svona innrás hælisleitenda og innrás útlendinga inn í samfélagi og að það verið að reyna að vekja upp svona svona tilvísanir í það að þegar við börðumst í seinni heimsstyrjöldinni og allt það sem á þetta alls ekkert við en það verið svona íkjað undir svona afgafullu svona þjóðernishyggju sem að búin að vera, þetta búin að krauma lengi og virðist að hafa brotist allt út í þessum gífulega fjölmennum mótmælum. Já, en mótmælin sem hafa verið við hótel þar sem að hælisleitendur hafa búið eru svona upptakturinn af þessu. Þegar við erum að ræða það, eru hælisleitendur sem búa á hóteli, maður heyrir það svona innríkitímum í útvarpi og fleira í Bretlandi, að þá verið eru hlustendur að hringja inn sem að trúa því að hælisleitendur búi á 5 stjörnu hóteli, 4-5 stjörnu hótelum og fái þá líklega þá þjónustu sem við erum vön þar. Er þetta þannig hótel eða er þetta byggingar sem áður voru hótel sem hafa verið tekin yfir og breytt í eins konar flóttamannabúðir? Bæði, sko þetta bæði hótel sem hafa verið virk en líka hótel sem hafa verið tekin undir en það alls ekki að ræða 5 stjörnu hótel. Þetta svona kannski myndum að segja flest af þessum eru svona 2 stjörnu hótel sem að svona svipað og ef menn þekkja til dæmis frá Bandaríkjunum það sem eru kallað motels þar sem eru svona mjög frekar ódýr herbergi með og svona það mikið af svona hótelum út allt Bretland og þetta svona þjóðvegahótel svolítið
Og þannig að það eru þetta alveg á hreinu að það er ekki verið að tala að menn sé að búa á einhverju luxusstöðum. Þetta eru ágætis staði, ágætis herbergi og allt það, en það væsir örugglega ekkert fólkið þarna, en það hefur meðal annars verið gagnrýnt að það sé verið að það sé ekki önnur úrræði fyrir þetta fólk og hluti af því vandamáli það að það er einfaldlega gífurlegur húsnæðisskortur hér í Bretlandi eins og á Íslandi og þetta svona hefur verið, þessi lausn hefur auðvitað verið í gangi lengi, það voru mun fleiri taka sem dæmi hýstir á hótelum undir íhaldsstjórninni þegar að mest var, en þannig að þetta er ekkert nýtt vandamál, þó að mótmælin gegn því hafi verið svona soldi á seinni tíma en það er þannig að þetta er svona blanda af það sem maður myndir kalla dormitories, það er að segja svona bara vistir, svona heimavistir, svolítið það líkist mest, og svona ódýrari hótelum. Herðu, en sá sem að boða til fundarins er Tommy Robinson. Hvaða fyrirbrigði það í breskum stjórnmálum? Sko, Tommy Robinson búinn að vera lengi að. Hann átti meðal annars, fyrir svona 15 árum síðan stóð hann að stofnun samtaka sem hétu European English Defence League og sem eru reyndar ekki virk enn þann dag í dag. Hann hefur verið viðloðinn hann hefur verið viðloðinn svona öfgahægrið eða svona istahægrið, svo fasíska hægrið í Bretlandi í lengri tíma og hefur til skamms tíma verið svona persona non grata. Það er svona það er svolítið athyglisvert að fylgjast með því hvernig hann umbreytist og hann hefur farið með ofstæki, hefur nokkru sinnum meðal annars verið settur í fangelsi fyrir contempt of court, bara að segja, hann var að segja sko til þess að það er bannað að tala dómsmál þegar þau eru í gangi og gefa upp nöfn eða segja vegna þess að hér eru þau með kviðdómendur og það er talið að það hafi áhrif á það og það getur raun og verið eyðilagt case. Það voru til dæmis hafa verið dæmi mál sem að einhverjir innflytjendur hafa verið aðilar að og það hann hefur nær eyðilagt sko málsóknina gegn þeim vegna þess að lagfræðingarnir geta sagt að það hafi verið, að hann get ekki fengið, viðkomandi get ekki fengið heiðarleg réttarhöld. Og ástæðan fyrir þetta skiptir máli þá grípa dómstólarnir svolítið mjög hart inn í til þess að vernda dómskerfi fyrir þessu. Og þetta er gert auðvitað í árhundruðir, þannig að þetta er ekkert nýtt. Og honum verið stungið inn í nokkra daga og stundum lengri tíma. Og þegar þetta gerðist, að þá voru nokkrir og hafa svona var ekkert mikið mál hérna í Bretlandi, menn svona, hann var með sína stuðningsmenn, en það fór ekkert mikið fyrir svona meginstraums stuðningi við Tommy Robinson. En þá taka bandarískir svona magaistar mál hans upp, þetta er fyrir nokkrum árum, og gera hana svona cause célèbre. Það er að segja, hann verður svona og segja það að þetta er svona dæmum að vera ráðast af málfrelsi manna og hann megi ekki tala, og í þessu tilfelli var það ekki, hann hefur fengið að tala alveg ástjórn, alveg svo lengi sem hann hefur ekki verið að bara gegn dómsúrskurðum ekki megi tala ákveðin mál. Það er það sem hann hefur verið, og að fólk trúði því allavega í Bandaríkjunum að Tommy Robinson hefur stungið inn vegna þess að hann væri að reyna að afhjúpa einhverja spillingu hérna í Bretlandi og það væri að þagga niður í honum út af því. En í raun og veru var hann bara að tala nöfn og málefni sem hann mátti ekki samkvæmt dómsúrskurði meðan að málið var í gangi. Og það einkennilega að þetta tekið upp í Bandaríkjunum og nær svona margir mörg svona stór nöfn eins og Stephen Bannon sem var með reyndar á fundinum hérna í London í dag
og seinna menn eins og Elon Musk taka þetta upp á arma sína og Elon Musk auðvitað með alveg gífurlegan prófæl og þá kemur þetta aftur tilbaka í gegnum Bandaríkin og þá fer Tommy Robinson að skipta máli hérna í Bretlandi sem hann hefði reyndar ekkert gert og þá fer hann að vera menn eins og Nigel Farage sem hefðu við ekkert vilja með mannin hafa að þeir koma kannski ekki alveg beint út sem stuðningsmenn hans en þeir eru farnir að taka upp undir gagnrýnina á stjórnvöld út af því að það sé verið að ráðast að málfrelsi hægri manna. Það er alltaf verið að tala um að hægri menn megi ekki tala um og þetta vókismin gangi fram af öllum og þannig að hann blandast inn í þetta. Þannig að prófíll Tommy Robinson hefur raun og veru stækkað gífurlega núna og þetta kemur aðallega í gegnum myndi ég segja Bandaríkin og áhrif þeirra á heimsumræðuna. Og taka sem dæmi eins og ég myndist á Stephen Bannon, Elon Musk talaði líka á þessum fundi á laugardaginn og það athyglisverða að hann talaði reyndar í gegnum svona videolink en það sem hann raun og veru að segja hann bara liggur við að hann segir það að menn þurfa að grípa til vopna til að verja sig. Þannig að þetta alveg ótrúlegt að heyra þetta frá bönnum sem að vilja láta taka sig alvarlega og segir það að vinstri menn ætla að ráðast á ykkur og þið verðið að taka upp vopnin til að verja ykkur. Má ég byrja að útskýra hverjir eiga að verja sig fyrir hverjum? Popúlískir hægri menn og hægri öfgamenn eiga að verja sig gagnvart innrás innflytjenda og föðurlandssvikurum innanlands sem að standa baki innflytjendum. Þetta svipuð umræðu og þetta í Bandaríkjunum og menn hafa séð mjög mikið þar. Það var áberandi í mótmælunum að menn voru að náttúrulega flagga breska fánunum, Union Jack, en það voru líka enski fánin sem með kross heilags Georgs, rauður kross á hvítu fleti. Hvaða merkingu hefur sá fáni í dag ef ég myndi ganga götur Lundúna með þennan fána? Hvað merkingu hefur það? Í dag má segja popúlíska hægri og hægri öfgadar fasistatir hafi marguleiti stólið þessu tákni en fyrst og fremst hefur enski fáninn verið notaður af fótboltaáhugamönnum til skamms tíma vegna þess að enski fáninn ekki þjóðfáni heldur þetta bara fáni, þetta ekki ríkisfáni, orðum það þannig, þetta ekki ríkisfáni, heldur fáni Englands innan ríkissamstæðunar. Þannig að breska ríki mun aldrei flagga þessum fána sem opinberu tákni, vegna þess að þetta ekki fáni Bretlands. En að því að Bretland svolítið sérstakt að því leiti að fótboltaliðin skipta upp eftir að Skotlandi með sitt eigið lið, Norður Írland með sitt eigið lið og Wales og England með sín eigin lið, þá hefur þetta tákn verið fyrst og fremst tekið upp á fótboltamönnum. En það hefur verið ákveðin skírskotun í svona hægri, sérstaklega á 9. áratugnum og 10. áratugnum, þegar fótboltabullur óðu svolítið upp, að þá notuðu þeir oft hennar fána, en það hafa búið að slakka niður í þessum fótboltabullum sem margar hefðu tengst við fasísk samtök. Þeir notuðu svolítið enska fánan og en fyrst og fremst þú sérð ekkert mikið af enska fánanum nema þegar fótboltaviðburðir eru nema núna og þetta hefur reyndar búin að vera gerjast í nokkur ár þannig að þetta ekki alveg nýtt en núna stuðningsmenn enska landsliðsins margir eru núna farnir að veigra sér við að flagga fánanum til þess að það misskilist ekki sem að þeir voru ekki áður. Nú þessi mótmæli munu líklega helst af öllu ýta undir uppgang flokks Nigel Farage, reform, umbótaflokkin. Hvað heldur að það verði þannig að stjórnmálin í Bretlandi og Englandi kannski sérstaklega muni kvarnast innflytjendamál á næstu mánuðum og það muni efla reform enn frekar?
Já, sko, meðan að vera að tala um innflytjendamál og hræðsluáróðurinn það er alið á hræðsluáróðurinnum í fjölmiðlum og líka samfélagsmiðlum, sko, við þekkjum auðvitað hvernig þessir hérna algoritmar virka. Það er það ef að menn, þú getur byrjað á því að hafa ákveðnar áhyggjur af fjölda innflytjenda og eða það að telja það að eins og að ef einhver glæpur er framinn af innflytjenda þá er það fljótt að fara af stað og ef þú ferð að eltast við eitthvað eða leitar jafnvel bara upplýsinga og þetta er oft mikið sérstaklega við ungt fólk leita sér upplýsinga þá lendur þú fljótt ofan í því sem þau kallaða kaninurhólur hérna, rabbit hole, að þú lendir alltaf í verra og verra efni, þar að segja þú ert fljótur komin út í verstu öfgarnar þar sem eru bara hreinar legar, ali á hræðsluáróðri og það er verið að það sé bara sko samfélagi sé í hættu frá innrás innflytjenda og svikarar innanlands og það er svona allt þetta kemur saman til þess að ala á hérna svona það er að segja pólarisingur í samfélaginu. Þannig að það kemur svo sem ekkert þetta magnar allt upp og þetta kemur flokkur faras til með að hafa áhrif á þetta. Og þetta tengist auðvitað ýmsu bara svona hræðslega. Það eru svona vandamáli í hagkerfinu og þá er fljótt fara hægri öflin og öfga hægri öflin fljótt að benda á að þetta sé innflytjendum að kenna, húsnæðisskortur innflytjendum að kenna og svo framvegis og svo fram. Og svo blandast inn í þetta hlutir sem fólk skilur ekki eins og málefni transfólks eða að þeir séu orðin ógn við samfélagi, þessi örfá einstaklingar í jaðri samfélagsins eins og þeir séu einhverja ógn og vegna þess að margt fólk skilur ekki hvað transfólk að þá er auðvelt að ala á hatri og þetta kemur allt saman í svona hægri populíska pakka sem er mjög auðvelt og verður var við auðvitað mjög sterkt í Bandaríkjunum, að aukast mikið í Bretland og maður að verða var við til dæmis á Íslandi. En ekki hægt að segja sér svo að þeir sem að mótmæla í svona stórum hópum fólk sem er ósátt við þróun samfélagsins og þá kannski furðulegt að ríkasti maður í heimi sé að ávarpa hópinn en þannig það samt. En verður ekki að taka samt alvarlega að svona stór hópur fólks uggandi og ósáttur við stjórn landsins? Jú, þetta grafalvarlegt mál vegna þess eins og ég sagði að við vorum að tala um svipuð mótmæli bara fyrir ekki lengri en 1-2 árum eða eitthvað slíkt þá vorum við að tala um nokkur þúsund, núna erum við að tala um og vel á annað 100.000 mótmælendur og það er alveg gífurleg fjölgun og ég held að við meira sem komið skipulagkenndunum á óvart þegar við kannski búist við vonast eftir einhverju 20.000. Þannig að það verður að taka þetta mjög alvarlega. Það lengi búið að krauma mikil óánægja gagnvart ef við getum kallað það gagnvart svona sko samfélagsmyndin og efnahags og svona hagkerfi og félagskerfi nýfrjálshyggjunnar riðar til falls og flokkarnir sem að hafa stjórnað inn í þessu svona paradæmi eru enn við völd og það er alveg gífurleg andstæða gegn þessu og eins og við höfum séð sögulega vegna þess að þetta hefur gerst á svona umbrotatímum áður þarf ekki lengra við lítum aftur eina öld nákvæmlega að þá var uppgangur fasismans á annan og svo róttæk sósíalism á hinn vænginn að var og gerðist á sama tíma vegna þess að efnahagskerfi og samfélagsgerðin var í upplausn. Þannig að og þú myndist á milljarðamæringin hann á ríkasta mann heim Elon Musk að við höfum sko við erum með sögulega sko
hafa ríku öflin í samfélaginu þegar þau eru að missa finnst þeir vera að missa tökin á samfélaginu vegna óánægju sem kraumar í samfélaginu. Þegar það gerist að þá hefur alltaf allavega hluti af auðvaldinu hefur hallað sér að fasisma. Og það gerðist á Ítalíu, það gerðist í Þýskalandi og gerðist meðal annars mörgum öðrum löndum. Þannig að við erum að sjá svipaða, við lifum á 21. öldinni, ekki á 20. öldinni, þannig að það er alveg gífurlega margt ólíkt. Óvinurinn núna múslimar frekar heldur en gyðingar. En þetta gerðist, við erum að sjá sko gífurlegt fjármagn koma inn í öfgahægri hópa, ekki bara frá mönnum eins og Elon Musk, heldur og þetta búin að gerast lengi. Í Bandaríkjunum hefur þetta verið mjög áberandi vegna þess að það er mjög svona frjálst, menn geta komist upp með að fjármagna samtök mjög auðveldlega þar. Það er aðeins svona harðari reglur í Evrópu og Bretlandi. Og þannig að það er töluvert fjármagn sem hefur verið að koma inn í þessa öfgahópa, bæði popúlíska öfgahópa, popúlíska hægri hópa og jafnvel sko hreina fasíska hópa. Og mér sýnist til dæmis Elon Musk hafa svona verið að færa sig svona eiginlega meira frá bara popúlisma yfir í hreinan fasisma við þegar standa baki mönnum sem eru hreinir fasistar eins og Tommy Robinson. Nú má stundum sjá og líklega munum við sjá það að ríkisstjórn Keir Starmer mun reyna að adressa þetta eins og sagt er og færa sig kannski enn lengra í innflytjendastefnu þegar það nú tekið upp innflytjendastefnu sem er að kröfu hægrisins. Sérðu önnur merki þessum að svona viðhorf þessa ysta hægri sem þú veit að segja rætur bara í fasisma og séu svona forveri af því að innleiða einhver svona fasisma hérna. Sérðu dæmi að svona viðhorf fjölmiðla, viðhorf í umræðunni að séu að færast mjög hratt til hægri? Sko, fjölmiðlar hefur löngum verið það er mjög mikill bías hefur alltaf verið mjög mikill hægri bías á fjölmiðlum í Bretlandi. En það sem er að gerast er það að tökum sér dæmi, Sun sem hefur verið svona meira svona götublað og svo Daily Mail sem var svona blað millistéttarinnar í Bretlandi. Þessi blöð eru hraðleið til hægri. Það er að segja sem að þau hafa virðast að vera að gefast upp á íhaldsflokknum sem að hafa löngum stutt og halla sér að Reform og hinum popúlíska hægri. Þannig að það er þó að dagblöð og slík hafa ekki eins mikil áhrif og þau hafa áður, þá geta þeir oft stjórnað umræðunni. Það taka sem dæmi að mikið af svona blaðagreinum og frá fjölmiðlum að þetta mikið af upplýsingum sem koma í gegnum netið eru í gegnum þessa fjölmiðla. Og sérstaklega hjá fólki sem ekki alveg komið ofan í kanínuhóluna, að þeir eru, en þú ert kannski svona sympatísku gagnvart hægri popúlísku skoðunum eða allavega leitandi fyrir þér, að þá ert þú að leita til þinn, segja þú ert óánægður íhaldsmaður eða finnst íhaldsflokkurinn ekki standa sér nógu vel, þá leitar þetta í þína miðla, hvort sem að það er í blaðaformi eða á netinu. Og þessi hópur virðist vera að færa sig frá íhaldsflokknum, þar sem þeir eru venjulega verið, yfir í popúlíska hægrið. Og popúlíska hægri virðist vera að færa sig líka til hægri. Þannig að það er verið að toga. En á móti og þetta tengist mikið baráttunni gegn þjóðarmorðinu í Palestínu, að þá er töluverður uppgangur hjá svona hinu róttæka vinstri á sama tíma. Og íhaldsflokkurinn og
og verkamannaflokkurinn til enda þarna á milli og til dæmis sýnir það gífurlega vinsældir nýs flokk sem verið að stofna, ekki búin að stofna formlega, Jeremy Corbyn og Sir Sultana, virðist ná töluvert miklum hljómgrunni, þó hann sé eiginlega ekki búið að stofna flokkinn og meðal ungs fólks virðist þetta vera langvinsælasti flokkurinn. En á móti, þannig að það eru mikla breytingar í samfélaginu, ekki hinn almenna umræða í svona mainstreams umræðan, þar sem við getum talað hún hefur færst til hægri, en stór hluti af samfélaginu hefur ekki togast með, heldur þannig að það hefur glugginn hefur færst til hægri, en hann ekki búinn að lokast alveg frá vinstri, ekki nema það að fólk sem að taldist bara svona, nema það að eins og maður sér sérstaklega í Bandaríkjunum, það ef þú ert bara talin, ef þú svona með klassískar samfylkingarskoðanir eða vinstra megin við miðju, þá ertu kallaður öfgaföllu vinstrimaður og kommunisti í Bandaríkjunum og jafnvel bara fólk sem svona viðreisnar fólk í Bandaríkjunum kallað það. Þannig að polariseringen umræðan hefur færst svona almennt til hægri, en á móti hefur hið róttæka vinstri styrkst, sérstaklega hjá ungu fólki. Já, í Bretlandi. En ef þú ættir að útskýra fyrir mér, hver munurinn á umbótaflokki Nigel Farage eða íhaldsflokknum? Í hvaða málum eru þau öðruvísi? Munurinn í dag að minnka vegna þess að íhaldsflokkurinn hefur eiginlega raun og veru verið bara reyna að vera elta reform til hægri. Helsti munurinn það að íhaldsflokkurinn hefur hinn eðlilegi innan gæsalappa stjórnarflokkur í Bretlandi og hefur alltaf verið flokkur millistéttarinnar og efri millistéttarinnar og yfirstéttarinnar í Bretlandi og hefur alltaf verið svona, meðan að popúlíska hægri hefur ekki þótt í húsum hæft. Það svona ekki nógu fínt fyrir teboðin. Þetta samt að breytast. Það jafnmikil andstæða við innflytjendur hjá íhaldsflokknum virðist vera vegna þess að þeir eru að elta reform. Eitt af því sem þú verður var við það að svona efnaði armur minnihlutafólks hópa eins og Suður-Asíumanna til dæmis, svartra og fleiri. Það til dæmis svört kona sem formaður íhaldsflokksins sem ég sæi ekki fyrir mér gerast hjá Reform, það að meiri svona kultúrskur rasismi innan íhaldsflokksins heldur en svona litarhafsrasismi, meðan að meðal Reform að það hansi grunnt á litarhafsrasismanum þar. En ef við tækjum bara, þetta svona kannski stíll og áferð og hvernig flokkarnir birtast almenningi, hver munurinn á stefnu þeirra til dæmis í efnahagsmálum? Efnahagsmálum, helsti munurinn sá að íhaldsflokkurinn kemst ekki eins mikið upp með að spila dæmigera popúlíska hægri svona mennsku. Farage í svona klassískum popúlískum hægri áróðri vill samhliða stórlækka skatta og stórauka útgjöld til velferðarmála. Og íhaldsflokkurinn, og það gengur auðvitað ekkert upp. Við höfum séð það þegar þessi flokkar hafa komist í valda, þá eru skattarnir lækkaðir en útgjöldin til velferðarmála ekki hækkuð. Þannig að við vitum alveg hvar það endar. Meðan að íhaldsflokkurinn allavega að reyna að hafa svona, eftir að þeir brenndu sig á með Liz Truss, sem rústaði breska hagkerfinu á nokkrum vikum, sem var fyrrverandi formaður íhaldsflokksins og fyrrverandi forsætisráðherra í minna en 3 mánuði, nokkra vikur. Hún stórlækkaði skatta
og markaðurinn fór bara í frífól. Þannig að íhaldsflokkurinn að reyna að passa sig svolítið á þessu, þannig að þeir eru ekki með eins yfirlýsingaglaðir þegar að kemur að þessu, en þegar að kemur að efnahagsmálum, en báðir flokkar leggja mikla áherslu á lækkun skatta. En þegar að kemur að svona félagslegum málum, þá verður munurinn minn og minni með hverjum degi, finnst mér. Hérna, í könnunum sem eru gerðar í Bretlandi, þá ekki spurt nýja flokkinn, en það ekki komið með nafn, en ég man alltaf að bíða eftir að fá svona kannanir þar sem hann til jafns við aðra, það eru kannanir þar sem getur hugsaðar að kjósa og annað slíkt. Þannig að það erfitt að meta hver staða hans og hver hún verður. En maður sér að eftir að Zach Polanski var kjörinn formaður Græningjaflokksins, að þá verið þann bæta við fylgi sitt og hann svona, myndur ekki segja hann væri vinstri maður? Sko, það var svona ákveðið uppgjör innan Græningjaflokksins. Sko, Græningjaflokkurinn sögulega hefur verið svona millistéttaflokkur og hefur verið hvað sterkastur á þessum svona ríkari efri millistéttar svæðum, meðal annars til dæmis í suðaustur Englandi, þar sem til dæmis verkamannaflokkurinn hefur ekki verið sterkur. Og síðan unga fólki hefur svolítið stutta, eins og háskólaborgum eins og Bristol. En það var ákveðið uppgjör, vegna þess að Zach Goldsmith, hann vill taka upp harða, þó að græningjar hafi verið með svona vinstri stefnu, að þá voru umhverfismálin númer 1, 2 og 3, en hann vill taka upp róttæka vinstri stefnu í efnahagsmálum, í raun og veru ankapitalískum, og hann vann auðvitað stórsigur í kosningunum sem formaður græningja, fekk eitthvað 20.000 atkvæði meðan andstæðingar hans fengu 5.000, þannig að það var alveg stórsigur, en athyglisvert að við erum samt að skoða tölur í mjög hörðum formannskosningum í græningjum, að þá kusu innan við 30.000 manns, meðan að yfir 800.000 hafa skráð sig í nýjan flokk Corbyns. Þannig að meðan að sá flokkur ekki komin á koppinn, að þá held ég að sé alveg ljóst að vinstri menn fylgja sér að baki græningjum og hafur aukist skoðanakannir hafa sýnt hann í 12-13% sem meira en græningjar hafa verið með allavega í mjög langan tíma og mér kæmi ekki á óvart að það einhvers konar taktísk kosningabandalag milli græningja og hins nýja flokks Corbyns og Sultana að þau bjóða ekki á móti hvor öðrum í kjördæmum, þó það væri ekki nema taktískt eins og það, að þannig að þetta kæmi mér ekki óvart sérstaklega eftir að Zach var kosinn og hann hefur allavega lýst í yfir að hann sé mjög svona tilbúinn að tala við fólk úr hinu hugsanlega nýja vinstri frá nýja vinstri flokki. Já, ég heyrði fólk tala þannig helgina að það skynjaði næstu breytt andrúmsloft í London þegar það gekk götur og var að tala við fólk að þessi skautun væri svona meira áberandi og ákafari heldur en hefði áður verið og við könnumst við að þegar fólk að tala ástandi í Bandaríkjunum þar sem að fólk bara verður að passa sig á því að ræða ekki stjórnmála því að virðist vera eins og það kraumi eitthvað mikið undir yfirborðinu og allt sé að fara að gjósa. Við kannski að leggja þetta á þig að svara þessu að þú náttúrulega ekki farið með hjartsláttarmæli alla London en upplifir það að þessi svona skautun og þessi ákefð sem að fylgir í Ystahægrinu að sé komin til London? Já, þetta má segja ákveðnuleyti nýtt vegna þess ég tala það oft í samtölum okkar hér áður á samstöðinni að borgir sérstaklega eins og London að það sé langt minnstur rasismi og minnstu útlendingaandúð. Það ennþá rétt. En það sem að gerast það sérstaklega í jaðrinum á London sem svona sögulega hafa verið
svæði þar sem íhaldsflokkurinn hefur verið sterkur. Þetta hefur oft verið svona millistéttarhverfi sem að, sko, millistéttin og þetta er oft hættulegt út frá svona stjórnmálafræðilegum skoðunum, þegar að ákveðin hluti millistéttarinnar er ýtt niður. Það er að segja, þetta gerist í Þýskalandi, eins og frægt var, á Weimar-tímanum, og svona svæði. Ástæðan fyrir ég að segja þetta er að það voru gífurleg mótmæli í jaðri London, svæði sem heitir Epping, sem er norðaustur af London. Þetta er svona endastöðin á einni af neðanjarðarlestunum. Að þar voru sko mótmæli, mjög hörð mótmæli dagleg gegn innflytjendum og beindust að hóteli og þá var töluvert mikið göturnar, fólk væri. Ég er aðeins svona innar í borginni og maður sé til dæmis ekki enska fána hérna eða breska sem hefur orðið svolítið táknmynd þessa og þú verður minna var við þetta í innri útjaðrinum í London, svona vestur London það sem ég getum kallað, en ég fór til dæmis með strákinn minn á fótboltaæfingu núna helgina. Það er ekki langt frá svæði sem heitir Uxbridge, þar sem að eitt frægasti þingmaður þeirra var Boris Johnson á sínum tíma. Og þar voru enskir fánar sko upp í ljósastaurunum og þetta var fyrsta sinn sem að ég sá það hérna í London. Og ég held að þetta er að koma aðeins inn. Það má ekki gleyma því að þó það hafi verið þessi gífurlegu fjöldi sem var á þessu fundi, það kom fólk allstaðar að á mótmælin. Það var skipulagðar ferðir og lestarferðir og rútuferðir, þannig að mikið af fólkinu sem að var að mótmæla núna helgina var ekki sko, ef þú horfir yfir hópina, þetta lítur ekki út eins og London. London það er eitthvað bara rétt rúmlega 50% íbúanna myndu teljast hvítir sko, innfæddir hvítir. Þannig að þegar þú lappar götuna þá sérðu mikið af brúnum og svörtum andlitum til jafns við hvít. En þú sást ekki mikið af þeim í þessum mótmælum. Þannig að það er ákveðin, þetta er komið aðeins inn í London en ennþá á svona þessum klassísku svona hægri sinnaðri svæðum. Og það er eins og það sé að gerast að þessi svæði sem íhaldsflokkurinn var sterkur á í London, sérstaklega út í London, að þau svæði séu það séu að ákveðin róttæknivæðing þar að segja, eða svona öfgavæðing þar að þau séu að halla sér í form og andúðga hvort útlendingum. Þetta er náttúrulega mjög sérstaka merkingu í Bretlandi að hengja svona flögg upp í fána því að þetta hefur verið lengi gert á Norður-Írlandi og þegar ástandið var þar hvað verst. Það voru hengtir svona fánar hér og þar til þess að merkja eitthvað svæði og það gat orðið gríðarleg mótmæli og ofbeldi sem að fylgdi því ef einhver ætlaði að taka niður eitthvað fána. Þannig að þetta hefur ég er bara að segja þetta við íslenska áhorfendur að þetta hefur svolítið aðra merkingu í Bretlandi heldur en kannski við áttum okkur á að þetta er eiginlega merki viðvarandi borgarastyrjöld. Já, þetta er alveg mjög mikilvægt og eins og ég sagði það, mér var og ó þegar ég sá enska fánan og ég er maður sem hef veifaði enska fánanum á fótboltaleikjum, þannig að það er svolítið öðruvísi það er svona, táknmyndirnar taka breytingu. Já, herðu Guðmundur, takk fyrir að taka síman til London og ég fæ heyri í þér, alltaf nóg að frétta í pólitíkinni í Bretlandi, ég fæ heyri í þér seinna. Já, takk fyrir og alltaf gaman að koma á samstöðuna. Herðu, en við ætlum að halda hérna áfram við samstöðuna, við erum alltaf að reyna að skilja hana heim sem er alltaf að breytast, samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Velkomin á samstöðina.